Já, Patrekur, sama viðtalið sjávarútveg. Jeps. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Mér finnst hún æði. Já. Ég hef gaman að henni. En það ekki? Jú. Hún búin að vera í þessu lengi, sko. Hún Ekki verið sjokki. Hún hörkuduglegur talsmaður í þessu málaflokki. Sko, hvernig fannst þér svona, eða hvað getur við sagt, hvaða rök sem hún kom með fannst þér vera svona mest samfærandi? Oh my god. Sko, mér fannst frekar samfærandi þegar hún var að tala sko að við myndum fara inn í Evrópusambandið, þá myndum við missa þannig séð þennan kvóta í kringum landið, eða að þú veist, það gæti verið kosið að við myndum ekki fá að halda þessum kvóta og það gæti verið gett mikil áhætta. Ef að við myndum bara gangin í Evrópusambandið og engar undanþágur, þá segja margir, já það skiptir litlu máli vegna þess að við myndum fá útluta þeim kvóta því að við höfum veiði reynslu. Já. Við erum þau sem eru búin að veiða. Það er það sem ég las. Verður Evrópusambandið að útluta því til okkar. Það byggir hins vegar á reglugerð að Evrópusambandinu beri að útluta því til okkar, en þeirri reglugerð er bara hægt að breyta með auknu meirihluta samþykki í ráðherraráði Evrópusambandsins og þó svo Ísland væri á móti, þá væri samt hægt að innleiða það að reglan hlutfallslega stöðuleika að hún verið tekin burt eða henni verið breytt. Það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins, grænbók 2001, grænbók 2009, grænbók 2019, að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika, að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja sé í raun ekki, hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta er leitt til kvótahopps svo kallað sem einmitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það er mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það er markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá er hún mjög fallvöld. Og ég trúi því alveg að út í þarna gæti bara Spátn og Frakkland og Þýskaland bara farið saman og þau vilja þennan kvóta. Já, þetta þetta stóra atriði held ég. Já. Það er að segja hvernig yfirráðan yfir auðlindinni, hvernig þau myndu vera ef við færum inn í ESB. Og sko það eru af því að útlutunin á það sem heitir staðböndustofnar byggir á veiðireynslu, þá svona er líklegt eins og reglurnar eru núna að íslensk útgerðarfyrirtæki myndu halda þeim kvóta áfram, bara af því að við höfum verið að veiða þetta, þá myndum við fá að veiða áfram. En það var hægt að breyta því bara? Já, það er einmitt spurningin sko. Er það líklegt, ég veit það ekki, en það er svo margt sem er hægt í þessum heimi sko, sem gerist kannski ekki, en þetta er samt bara risa hagsmunamál. Þetta er nefnilega stór áhætta. Og svo er það náttúrulega líka með hinastofnana, makríll og kolmunni og síld og loðna og allt þetta. Evrópusambandi semur fyrir hönd allra þessara ríkja þegar að er að ræða svokallaða deilistofna sem eru fiskveiði tegundir sem að ganga á milli lögsagna, synda á milli íslensku, færeysku, norsku, Evrópusambands, bresku, rússnesku lögsögunar, þannig að við þurfum að ákveða sameiginlega hvernig að skipta þessum fiskistofnum. Þá gerir Evrópusambandið það, en ekki þá Ísland sjálfstætt. Hvaða fiskur er það? Þetta er kolmunni, norsk-íslensk síld og makríll. En þetta getur líka verið til dæmis loðna, sem að er bara mjög stór stofn fyrir okkur Íslendinga. Við erum yfir 80% af heimildum í loðnu, en þetta er svokallaður deilistofn, sem að við erum þá að yfirfæra eða færa til Evrópusambandsins að Evrópusambandi færi þá með forræði á því að semja þessa stofna til framtíðar. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin að við séum sjálfstætt strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum. Þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða er í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta er hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu, þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og Normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þorsk í Barentshafi eða eitthvað þess áttar, þá er ekki gefið að Íslendingar fái þann þorsk, en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Það eru þetta
eins og hún var að tala það þetta eitthvað sem að við reynum að semja einhverju einasta ári og bara hefur gengið mjög illa að semja þetta og alveg spurning og eiginlega, ég held að það sé alveg hægt að segja, það er frekar ólíklegt að við fengjum að veiða jafn mikið úr þessum stofnum ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið. Við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem allir eru sátti við og einhvern veginn utanfrá þá segja menn, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja, þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veiða of mikið, þetta eru rökin sem hafa verið notuð utanfrá. Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum? Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við, að Færeyingar séu taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis. Það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum. Spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum. Það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist. Ég held að við báðir spurt hana út í Arnarlax, okkur að vera útlendingar sem ættu mestmagnis í því og ég held að það væri alveg bara mjög góð spurning ég held að hún væri að fara að vera eitthvað svona, geti ekki svarað í eitthvað svona, en svo fór hún bara að segja að þau komu til að fjárfesta og til að við kynnum ekkert á hvað er þetta, fiskeldi já, og það hugsa ég að það meika ekki eitthvað mikinn sens, ef það passar að það sé útlendingar sem voru að kenna okkur að gera þetta, en það þarf enginn að kenna okkur að veiða fisk í sjó. Sko það er þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðeigandi landi að þá er hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðeigandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppinn og þær mistókust því miður. Ég var útskýrað fyrir Baldvin líka að það er auðvitað vegna þess að við höfðum hvorki þekkingunni fjármagn til að byggja upp fiskeldið. Við höfum hins vegar þekkingu og fjármagn og höfum byggt upp sjávarútveg þannig að eftir er tekið á heimsvísu. Já, hún var allavega með þetta svar algjörlega á hreinu. Já. Ég held að hún hafi búist við þessari spurningu. Já, er það? Já, því að þetta er alveg eitthvað sem að fleiri hafa verið að tala Ég er eðlilegt að fiskeldisfyrirtæki geti verið í erlendri eigu og það eitthvað eins í allt í lagi, en að Íslands sjávarútvegsfyrirtæki megi ekki verða það. Þannig að svona mig grunar nú að hún hafi búist við því að Ó, ég held ég var mjög klár, svo heyrði ég þið spyrja hana og ég var alveg, ok. Nei, menn þetta er samt alveg stórt atrið og ég spurði hana líka hvort að það væri eðlilegt að íslensk fyrirtæki mættu fjárfesta í útlöndum en erlend fyrirtæki mættu ekki fjárfesta á Íslandi. Finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér? Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning, en á móti spyr ég, ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja, eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu, að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja, raunverulega hjá ríkjónum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annar staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra rauðlindar. Mér finnst það skrítið ef við myndum segja, já, úr því að þetta er leyft annar staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annar staðar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Mér fannst það komið svo gott svar tilbaka. Mér fannst það sko gett að hún að segja að þó þessi galli í kerfi einhverstaðar annar staðar, þá ættum við ekki að taka upp þá galla, basically. Mér fannst það sko snilt. Já, aftur, þetta er hún er sko, þetta eru góð rök í rauninni svona fyrir hennar sjónarmið, það má alveg vissulega halda því fram, en þetta er samt sem áður eitthvað sem að ég held að margir alveg velti fyrir sér sko. Er þetta svona, erum við Íslendingar alltaf í þeirri stöðu að geta einhvern veginn fengið að bestur báðum heimum sko. Sko, en mér fannst hún, af öllum þeim sem við erum að tala við núna, þá fannst mér hún gefa mér bestu rökin af hverju við ættum ekki að velja það. Þú veist, fara í Evrópusambandið. Þú veist, mér fannst hún alveg, þú veist, allavega fyrir sjávarútveginn. Mér fannst hún alveg vera með það bara á kristaltæru. Já.
Hún náttúrulega og sjávarútvegurinn, þetta auðvitað stóra hagsmunamálið Þetta það. Og ég held að og að því ég spurði hana líka út í því hún var að tala það að hún vildi fá að betri eða sjá sem sagt betri samningsmarkmið þar að segja að það lægi skýrar fyrir hver markmiðin yrðu og hver skilirinn yrðu í samningum við Evrópusambandið áður en við förum í þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og ég spurði hana út í þetta og hún var alveg hörð á því að þessi skilirði lægi ekki fyrir. Viljið þið eins og talað stundum kíkja í pakkan eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst? Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútveg varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmuni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmuni, þá eru við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarinnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráð yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar þegar laði fram þessa þingsálitinu finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þau birtast þar ekki nógu skýr? Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútveg varðar í þingsálitinu og það það sem við höfum gagnrýnt. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í Silfrinu daginn að það væri full hátt miðað að við ætluðum okkur að halda yfirráðum til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðum. Svo rættið þið nú líka ýmislegt áhugavert. Já. Smá loðnu. Já, með loðnuna. Eru við ekki að ofveiða loðnu út í að ég freka mikið út að borða og loðna alltaf fiskur dagsins? Loðna? Mér finnst ég alltaf að það sé fiskur dagsins. Nei, það Ég ekki að djóka. Þá ertu alveg, ég segir að þú 200% að rugla vegna þess að Íslendingar borða ekki loðnu. Svona bara einn á sér því hún mjög lítill fiskur og þetta eru fyrst og síðast Japanir sem að borða loðnu. Og þá get ég verið að bulla. Mér finnst ég alltaf verið að heyra að sé loðuna. Já, en það eru ég myndi halda að séu svona 90% líkur á því að þegar þú borða sushi, þá ertu að borða loðnu hrogn. Þessi litlu hrogn eru í langflestum tilvika það loðnu hrogn. En þú ég að tala löngu eða lóðu. Ég að tala löngu. Þetta L-kategóri á fiskitegundum. En ég væri mjög stolt að þér að þú værir að kjamsa á loðnu alla daga. Hún góð? Nei. Ég var svo viss ég var alltaf að borða loðnu. Já. Ég var alveg viss það og hún fæk sjokk og þá var ég alveg, ég alveg byrjar að bulla. Hvernig fannst þér að þú spurðir hana mér finnst það svo fyndið, þú spurðir hana hvort að loðna væri góð? Hún sagði að það væri ekki gott. Já, hún sagði bara nei. Já, en þá ég hver að borða hana þá? Já, þetta náttúrulega útflutningsvara, fyrst og fremst. Þannig að fólki út í heim finnst það góð? Já, og svo þetta eftir í ákvaða stífuna veit, við loðna mikið notuð í bara bræðslu, það að segja búið til svona fiskimjöl. Fiskimjöl? Já, sem þá bara fóður. En loðnu hrognur líka gríðarlega verðmætt eins og var að tala í súsíinu. Það það sem á súsíinu. Mér finnst þau ekki góð. Appelsingul hrognin? Já. Nei, ég vil freka þá bara fá kaviar. Ég hef aldrei tengt við hrogn og súsí. Já. En svo spurði hann líka út í uppáhalds kvótakóngin. Já, hún gat eiginlega ekki svara því almennilega. Ég var að vonast til að fá nafn. En þú veist, en svo fór hún þá að tala að þetta væri svo mikið fjölskyldufyrirtæki. Hver svona uppáhalds kvótakóngurinn þinn? Ertu með eitthvað svona sem er skemmtilegastur? Nei, veist það, maður bara gerir ekki upp á milli barnanna sína, Mér finnst bara ótrúlega gaman og þetta kannski smá svona rómantík í þessu, en mér finnst rosalega gaman að vera að vinna með fólki sem bara að vinna í fjölskyldufyrirtækjum og þetta eru að mestuleiti fyrirtæki þar sem bara kynslóð fram að kynslóð
hefur verið að vinna í fyrirtækinu. Þannig að bara, þú kemur bara inn á stígvéluðinum 6 ára og nánast byrjar að gera eitthvað í vinnslunni og svo kannski þegar þú ert 18 ára færð að fara út á sjó. En ef ég get sagt svona eitthvað eitt svæði að þá ég alltaf rosalega heit fyrir Snæfellingun. Okay. Af því að þeir eru bara það svo mikil dólgur í þeim sko, að það gaman að fara ára á fundi. Þú veist, þeir alveg boksa mann til og frá sko, og gagnrýna og bara hafa skoðanir. Og þá hugsaði ég smá svona, maður vill ekki taka af þeim. Fyrst hvað við, það alltaf að tala þessi svo rík og ég bara og svo þau fóru svona útskýra þetta sem fjölskyldu fyrirtæki allir búin að vinna bara sem og litlir. Þá hugsaði bara hvað þau eigur alveg skilið þetta allt. Það það galið. Já, þannig að þú hafðir samúð með því sjónarmiði. Já, þá var ég svona, já, ok, þú veist. Ríkastu fólki á landinu þarf ekki að missa neitt. Það ekki svona greiðin. Þú varst líka aðeins að spurna út í peninga. Já, mér finnst það gaman. Ég elska peninga, ég elska að tala peninga. Ég ógeðslega forvitin peninga bara. Þú veist, ekki eitthvað svona vexti og lána og svona, verður svona hvað fólk að eyða, hverjir eiga pening, mér það stemming, sko. Já. Þú ert frekar tekið á. Það bara vitað og mér finnst flesti sem hafa það freka gott vera svolítið á móti inngöngu inn í Evrópusambandið. Getur verið að Evrópusambandið sé ekkert endilega góður kostur fyrir þá sem hafa það gott í samfélaginu en gæti verið góður kostur fyrir þá sem hafa það kannski ekki jafn gott? Ég held að þetta sé alhæfing sem að myndi örugglega standast illa. Það sem að maður hefur alveg áhyggjur af ef við göngum inn í Evrópusambandið þá verðum við líka að gera aðlaganir bara á okkar efnahag og á því sem að kallaði vinnumarkaðsmódel, það tæknilega orð, í því felst að við verðum að vera miklu aðhaldsamar í því hvernig við göngum samningaviðræður launahækkanir, kjaraviðræður. Við höfum verið að hækka laun umfram aukna verðmætasköpun. Þannig að það ástæðan fyrir kannski að við erum á þeim stað sem við erum í dag, að við erum með verðbólgu og háa vexti. Að við höfum aðeins farið fram úr okkur í síðustu samningum hvað var til skiptana. Svo varstu líka alveg með þá hreinu hvaða veskjun hefði verið með. Sástu það ekki? Nei. Hún var á event fyrir Blue Lagoon Skin Science. Það var hún svona gilt fiskiveski. Ógeðslega flott, eða kopar. Ég elskaði fiskitöskuna sem varst með á Blue Lagoon eventnum. Takk fyrir það. Ég var það sko æði. Maður verður að vera eins og mjög vondur íslensku on brand. Já, ég dýrkaði það. Takk. Það var bara þessu árum eins, já. Já, ég mista þessu. Já, þú greinilega, sko. Ég held að hafi verið bara á fossiðinni, sko. Já. Á eventnum, minni mig. Já, ég mista þessu. Sko, hún fór yfir ýmislegt og við þar að segja bara yfirráðin yfir auðlindinni, erlendar eigur, mögulegar fjárfestingar. Fannst þið svona eftir þetta, eins og þú sagðir áðan, hefur það á tilfinningunni að rök sjávarútvegsins séu svona, þessi bara hugsa þetta alveg í gegn og séu með svona mjög góð rök fyrir sinni afstöðu? Já, ég myndi segja það. Ég ætla að treysta henni, sko. En ég veit ekki hvort þau bara út finnst þú flott koni í samfélaginu, en ég treysta henni, sko. Kannski þurfum við að reyna að fá eitthvað sem að hefur aðeins aðra skoðun, en þekki líka sjávarútveginn vel til að fá svona hina hliðina. Já, það væri gaman. En það ekki? Er þetta gott hjá okkur í dag? Er það ekki? Ég held það. Patrekur. Ég allavega sáttur. Takk fyrir daginn. Já, sömuleiðis.